bara í janúar 2019 og búin að vera eiga eitthvað rosa stóra jamhelgi og ég bara komin á þann stað að ég vilji bara enda líf mitt og ég var búin að skrifa bréf og ætla að kveðja og þá einhvern veginn eins og eitthvað æðra en mér hafi stigin líf mitt því að það dinglar manneskja á bjöllina heima hjá mér sem að veistu, bara aldrei komið heim til mín skilju og og bara eitthvað þú veist að bara ekki lægi hjá þér, úrst þess ekki svara símanum og eitthvað svona, eitt samt jammari sko og ég bara opna og þú veist, og einhvern veginn svo bara brotnaði ég niður, þú veist, sem manneskja veit ekki ennþá þetta í dag að hún eiginlega bjargaði lífinu mínu og en svo bara sofna ég eftir þetta og ég sef alveg, þú veist, ég get ekki tekið börnin í babasvefnum að hafa það lengur og ég svaf alveg, þú veist, örugglega í 2 sólarhringa eftir þetta, þú veist, ég fór svo hátt upp, skilju, þú veist, að ég fór svo djúpt inn í þessa, þú veist, að ég var bara að fara að enda þetta, sko, að þegar ég vakna og þá sími minn eitthvað að honum og eitthvað svona og ég hringi úr vinnusímanum, ég komin í vinnuna, ég gat bara ekki verið í vinnunum, ég leið svo illa og ég hringdi í bróður minn og hann, sem sagt 10 árum yngri en ég, og hann svolítið svona copy-paste af mér, nema þarna hann búin edrú í 4 ár tæp. Og ég segi bara við hann, ég held ég þurfi hjálp. Í rauninni var það þannig, ég vakna morgunin og ég bara, eins og ég sé lasin og börnin mín koma til mín og upp í rúm til mín með kókglas eða eitthvað og ég segi við þau að ég þurfa að hætta að drekka, ég ætla í meðferð. Og svo fer ég í vinnuna og hringi bróður minn, en ég var sérst ekki með síman, sagði örugglega hringdi hann heima. En börnin mín sagði bara, af hverju þarftu það? Og eitthvað svona, ég útskýrði fyrir þeim að ástæðan verið ég væri að gráta svona mikið og mér liði svona rosalega illa að væri því að mér langaði að drekka, skilju. Og og þau studdu mig bara rosalega, þannig sonur minn sem sagt 19 ára. Hún 14 ára og þau bara við styðum því sem þú ætlar að gera og svo fer ég í vinnuna og hringi bróður minn og hann eiginlega bara brotna niður og segist þau eru búin að bíða eftir þessu símtali. Hann kemur og sækir mig og við förum heim og þar bíður bara mamma með opinn faðminn og þú veist, allir bara gráta saman, skilur. Ég fæ alveg kökk þegar ég tala þetta. Það var mjög fallegt moment. Pabbi var í útlöndum reyndar og það var bara, þú veist, og ég fæ kraft til þess að fara á fund með bróður mínum daginn eftir. Og maður bara, ég var á fundinum að það var ég rosalega hrædd mig og rosalega kalt og ég var rosalega bara hrædd eitthvað myndi tala við mig en einhvern veginn eftir fundin kom fólk til mín og mér fannst ég bara einhvern veginn tilheyra. Fannst ég skipta máli og þú veist, og það var einhver sem var til í að hlusta á mig, ekki það að fjölskylda var ekki til í að hlusta á mig, heldur bara fólk sem skildi mig, skilju. Og ég sæki á mánudeginum á Vogi og ég þurfti að bíða 3 vikur. 3 vikur? Fyrsta meðferð, sko. Áttu ekki bara að komast inn strax eða þú ert að fara í fyrstu? Það 5 vikur í dag sem það ert að bíða. Já. Fyrsta meðferð. Ekki nema að það sé eitthvað skonar, þú veist, læknir eða eitthvað sem hjálpa sko, en þá er þetta svona þessi biðtími, vikur eitthvað, svoleiðis. En það voru 3 vikur í helviti. Já. Það myndi ég segja. Já. Ég ætlaði að verða edrú. Ég ætlaði að vera edrú þóngli færi í meðferð. Ég held ég hef aldrei drukkið eins mikið. Nei. Ég held ég hef aldrei farið á einn svarta staði eins og þegar ég var að bíða. Í alvöru. Já. Og það ógeðslega mikilvægt að þetta komi fram, þú veist, af því að fólk deyra á þessum biðlista, sko. Já. Eða bíða eftir meðferð. Það er bara alltaf að gerast, sko. Já. Og þú veist, því miður, það bæðir fólk að bara, einmitt að ætlar að klára þetta með trompi, þú veist, drekka bara heldur að fái ógeð og verði enda meira til í að fara í meðferð, en eða þá að þetta bara gerist óvart, þú veist. Ég held líka bara að vera svo óttin að þurfa að fara að horfast í augu sjálfa mig og vantraustið í minn garð frá sjálfur mér að ég gæti þetta. Veistu hvað við? Já. Það er það sem að lætur mig fara á svona rosalega svarta staði. Kvíðin við tilhugsuninni að bregðast þegar ég er búin að segja við fjölskyldurinn mína að ég ætla að fara að gera eitthvað í mínum málum. Já. Og þú veist, að því mér fannst þetta að vera svo eitthvað neginn, þú veist, já, mér fannst þetta bara orðið, þú veist, ég átti bara orðið vini sem voru þarna, skilur og ég vissi bara að ég raunin ekkert hver ég var lengur. Nei. En það gerist líka þegar ég labba inn á Vog að ég fæ taugaáfall. Já. Og Vog greip mig á
alveg ótrúlega vel og ég fekk alveg bara besta ráðgjafa sem ég hef örugglega bara heitt á ævinni og hún bara, já, átti við mig bara mjög mannlegt samtal. Já. Hún var sjálf óvirkur alkoholisti og mamma, skilur, að því samviskubiti var svo rosalega mikið hjá mér. Já. En sem sagt ég fór bara, mjög ölvuð inn á Vog, sko.